Já, við erum komin hérna upp í byggðasafnið í Görðum og Akranesi. Hér í gangi viðburður sem heitir Vetrarnætur. Það þannig að byggðasafninu eiginlega breytt í hryllingshús eitt kvöld og hér streymir að fólk sem að þráir ekkert heitar en að láta hræða úr sér líftóruna. Við skulum labba eitt hring. Stelpur, hvað eru það að gera hér? Við erum að skipuleggja draugahús og við ætlum að bjóða bæjarbúum í heimsókn að hitta afturgöngurnar sem eru allræmdar hérna á byggðasafninu og við erum búin að setja upp alls konar hrylling og viðbjóð til þess að hræða fólki vonandi. Hvernig er þetta verkefni til komið? Hvernig datt þetta í hug? Sko, þetta byrja allt með því að hún Ella María forstöðumaður safnsins, hún fékk hugmynd að vera með viðburð á þessum tíma. Og hún kom til mín og bað mig að sjá þetta og það fyrsta sem ég gerði í rauninni var að fara til hennar Auðar hérna og hún var til í þetta líka og svo einhvern veginn er restin bara í pínu móðu. Svo einhvern veginn var þetta bara einhverju svaka draugahúsi fullt af fólki sem að tók þátt við að hún Auður fékk bein og líffæri einhvers staðar frá og þetta var og dýrum sko. Ekta sko, alvöru og og svo bara einhvern veginn erum við að gera þetta núna í 3. skipti. Og viðtökurnar hafa verið alveg geggjaðir. Já, væga sagt. Við bjuggumst við kannski mestalagi 100 manns fyrsta árið. Og þá komu það bil 1300 sem er bara jafn mikið og á stærsta staka viðburðin á Akranesi hingað til. Og svo í fyrra þá tvöfaldaðist sú tala, þannig að við bara... Hverjir eru það svo helst sem eru að koma og heimsækja ykkur? Bara alls konar. Það er bæði litli krakkar og fullorðnir og bæði sem gráta fullorðnir og börn sko. Þetta er svona alveg bara hver á sinni ábyrgð eiginlega. Já, þannig að þetta er ekki bara barna viðburður? Nei, alls ekki. Bara eiginlega öfugt sko. Við erum mjög stoltar af okkur þegar við sjáum fullorðna fólki labba út grátandi og öskrandi, þannig að það er svona markmiðið. En hvað snýst hrekkjavakan? Þessi hátíð er upprunalega norræn og svo keltnesk hinn áttina. Norræna hátíðin heitir Vetrarnætur sem er ástæðan fyrir nafninu á okkar viðburði og svo er írsk hátíð sem heitir Samhain og þessar í rauninni saman eru svona rótin að Halloween í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er íslenskt, þetta er ekki bandarískt. Og þetta var hátíð sem var iðkuð þessum tíma. Það var mikil sláturtíð, það var mikið brúðkaup og þetta voru svona bara eins og áramótin þeirra. Það var bara mikið fagnaðarlæti. Þannig að við erum svona, við reynum eins og við getum að vísa í íslenskar hefðir og þjóðsögur og líka keltnesku síðuna þegar við hérna á Akranesi erum að keltneskum ættum. Þannig að þetta er svona pælingarnar á baku þetta. Hvað er málið með þessar líkkistur hérna á ganginu? Auður ber ábyrgð á þessu. Það kemur allt þetta mig. Er eitthvað ákveðið þema í gangi eða? Hörðu, Sigga með þema. Sko, eins og ég sagði við erum alltaf að reyna að vísa í svona gamlar íslenskar hefðir. Þannig að þetta sé svona sem mest sanngildi í þessu eins og þekkist mjög vel í safnafræðunum. Og við erum búin að fá lánaðar nokkrar líkkistur, við erum búin að smíða nokkrar sjálfar, við erum búin að láta smíða fyrir okkur til þess að vonandi bara hræða sem flesta sko. Við náttúrulega vitum ekki alveg hvar mörkin liggja sko. En er eitthvað svona sérstakt þema í gangi? Þetta er ekki eins ár eftir ár? Nei, alls ekki. Þannig að við búum okkur alltaf til eitthvað þema til að vinna eftir, þannig að Og hvaða þema er í ár? Það eru húsvökur. Gamla húskveðjan. Og hvað er húskveðja? Húskveðja var þegar fólk kistulagði ættinga sína heima hjá sér og stundum var aðdragandinn að því þannig að fólk var látið standa uppi eftir að hafa dáið í marga vikur, kannski frost í jörðu eða eitthvað svoleiðis, bara ekki hægt að grafa það strax. Og þá var dauðinn bara rosalega nálægur fólki. Hann var bara heima hjá þeim.
Þannig að við erum svona svolítið að vísa í það og það var líka mjög algengt að vera að tekna myndir af þessu. Og þá bara svona fjölskyldumyndir og þá með afa gamla hérna í kistunni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum svolítið að vinna með það líka. Það var allt svona í blómum og allir voða fínir og þannig. Ég hjó eftir því að þú sagðir að þið hefðu verið að smíða kistur en þið hefðu líka fengið lánaðar kistur. Hver á líkkistur heima hjá sér til láns? Það bara merkilega mikið fólki. Nei, við komumst yfir eina kistu sem bara til úr heimahúsi. Þannig að ég veit ekki út af hverju fólk á það en það til. Það greinilega fleira fólk með sömu áhuga. Svo erum við að reyna að segja að við séum eitthvað í hausnum. Það Alltaf, maður þarf að vera pínu klikkað til þess að fara í svona verkefni, sko.